Öldrunargeðteymið var stofnað í byrjun apríl vegna bara mikillar eftirspurnar eftir þessari sérhæfingu. Miðað við mannfjöldaspár og allt slíkt þá mun öldruðum fjölga og þeim mun sennilega líka þá fjölga þeim sem eru með geðrænar áskoranir og eru aldraðir. Við erum í rauninni með 2 hópa. Þetta eru einstaklingar sem hafa verið með geðræn vandamál allt sitt líf og eru að eldast. Og síðan eru það líka þessir sem eru orðnir aldraðir, leggjast inn á sjúkrahús og eru að greinast með kannski þunglyndi og kvíða í seinni tíð. Það hefur ekki verið öldrunargeðlæknir hér í mörg ár og Tómas er nýkominn til okkar og er búinn að starfa síðan í janúar. The biggest challenge is, of course, the age. So at the moment we deal with people at the age of 65 years and older. And younger if there is any doubt about maybe a dementia. So the biggest challenge is the age itself, and that we deal with patients that normally are sick on many levels. So there is kidney malfunction, there is diabetes, there is blood pressure. So whatever is a typical physical disease of the elderly. Elderly people are not just grown-ups or elderly people. Like children are not just small adults. And we need a special knowledge about internal medicine, about neurology, geriatrics in a part, and of course psychiatry to be safe and sure in what we are doing. We are dealing with patients that bring a lot of medication. We have to see interaction between medication. We have to be clear in diagnosis, and we also be clear in differential diagnosis to not put patients into a mental corner of diseases without them being there and not to oversee things. Fyrir utan mig þá eru líka annar hjúkrunarfræðingur, Jökull Máni, og síðan sálfræðingur sem er búinn að sérhæfa sig svolítið á þessu sviði, Katla Marín Stefánsdóttir. Eins og við erum núna þá erum við svona í fyrsta fasa með þetta teymi og það er að sinna bara ráðgjöf inn á spítalanum, inn á legudeildum. En framtíðarsýnin er náttúrulega svo að stofna göngudeildaþjónustu og ennþá meiri framtíðarsýn í því að fara yfir í kannski að sinna hjúkrunarheimilum og vera í samstarfi við heilsugæslur, það er að segja vera í samstarfi við fyrstu og aðra línu. Og síðan er það náttúrulega bara framtíðin, það er að verði opnuð öldrunargeðlækningadeild